Söngkonan Carly Rae Jepsen hér með lagið Call Me Maybe, hringdi mig kannski. Ágætislag hér að ferð. En klukkan orðin 4 og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan miðvikudaginn. Það 14. ágúst og við sitjum hér ég og að mínum mati einn finnasti maður Íslands, ef ekki sá finnasti, Pétur Jón Sigfússon, verður velkominn. Takk að kærlega fyrir það, vinur minn. Hvernig ertu, Gemli? Gamli góðu maður. Takk fyrir líka orðið minn garð. Já, og meintu hvert einast orð. Í dag miðvikudagur. Já. Og ég orðin einn af svona föstum póstum hér á miðvikudum. Já, búin að vera á þessari blessuðu útvarpsstöð. Búin að vera það í smá tíma. Já. Sveið með þá. Og alltaf á miðvikudum þegar ég vakna á morgnana. Já. Þá hugsa ég með mér, í dag góðu dagur. Ég að fara að hitta Blöðmann. Já, það alveg gagkvæmt og ég þarf með þess að veðja að hlustendur á sama máli. Þeir hugsa með sér, miðvikudagur, yes, Peter Johan. Wednesday. Já, og ég aldrei fyrir vonbrigðum. Mr. Peter. Alltaf þegar ég kem hérna, þá þú alltaf bara eitt bros. Já, ég hlakka alltaf til að fá það. Ljómar í framann. Og það sem svo skemmtilegt við það, að það smitast til hlustenda og þátturum verður jákvæður og skemmtilegur. Sællinu. Nei, sællitu. Og við erum með fínan þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Perrin hans Pétur stettur inn og eftir. Það maður sem að ég leik og hann að hringja og vill fá auglýsingar. Já, hann alltaf að auglýsa eitthvað í bæjarblöðum. Já. Víðsvegar landið. Og lætur blöðin lesa upp auglýsinguna sína og... Já. Ég hef sérlega gaman á hann. Já, hann og þetta algjörlega að skrifast á mig ef einhver orðin svona, það getur ekki verið, við erum bara búin að gera þetta 3-4 sinnum. Já, 3-4. En ef einhverjum leiður á þessu þá bara því miður, ég bara verða að fá þetta. Þetta bara viku skammturinn minn á þessu gæja. Hann dettur þetta inn og eftir. Já. Og svo Sturla staðrindar á sínum stað. Já, þetta auglýsa hér. Já. Og svo það skellt á mig sem að... Ekki farið í það lengi? Nei, við hefum ekki farið í það lengi og það hafði oftast mjög skemmtilegt. Þá hringum við Pétur hér út í bæ og þurfum að reyna að láta skella á okkur. Það má samt ekki vera með helberan dónaskap og þú mátt ekki biðja að láta skella þig. Nei. Það svona einu reglurnar. Já. Svo ætlar Pétur Jóhann að taka fyrir mig hér seinna í þættinum ræskjaran í bland við hvað segir kellin. Já. Hvað segir kell og eftir að ræða það. Já, þannig að það þarf að blanda þeim saman og það getur orðið veisla. Ég sé það ekki fyrir mér. Ég sé það fyrir mér og ég held að vera æðislegt. Svo það karaoke sem hefur ekki verið lengi núna. Já. Búið verið góður í pásu og jafnvel hvernig stemmarinn. Já. Þannig að það hellingur að vera þennan miðvikudaginn. Ásamt öllum þessum föstu póstum, slúður. Já, þetta allt á sínum stað. Sturlaða staðarindir. Leiðilegt með körfuboltalandslið í gær, þeir voru óöfnir, töpuðu með 2 stigum. En stóðu þessu frábærlega. Já. Og ég heldur endur að eigi ennþá séns, það leikur á föstudaginn, ef ég held ég farið með rétt mál. Já. Svo náttúrulega leikur í kvöld líka, það ekki hægt að kalla það stórleik svo sem, en landsleikur einhvað að síður, Ísland Færeyjar. Já, akkur það ekki stórleikur? Því að... það ekki liður í undankeppni HM? Nei, þetta nefnilega vináttuleikur, þetta bara... Nú? Já, þetta gildir ekkert og við erum ekkert að spila á mútið stærstu þjóði í heimi þegar kemur að fótbolta, Færeyjum sko. Eru þeir ekki fyrir ofan okkur, styrkleikalistin? Nei, fjandinn, ég trúi því nú ekki. En það sem samt orðið skemmtilegt við íslenska landsliðin, ég endur að spája að fara á leikinn bara af því að það gaman að sjá íslensku strákana. Við eigum orðið svo gott landslið, það gaman að sjá náttúrulega Eið alltaf og Gylfa og Kolbeinn, Alfreð. Þannig að sko stjörnurnar á vellinum eru núna í íslenska liðinu. Það smá breyting frá í gamla daga sko. Gamla daga fórstu til þess að sjá stjörnurnar í hinu liðunum. En svo þessi leikur líka, þó þetta sé æfingarleikur, þá hann mikilvægur í undirbúningnum fyrir leikina sem svo skipta máli. Auðvitað, það alveg rétt þér og það líka bara ef sko, maður hefur ekki það mikið að gera miðvikudegi að maður get ekki röllt þarna í Laugardal, borga 1500-2000 skall og kíkta á landsleik. Sama hvort það eru Færeyjar eða Svíþjóð eða Frakkland. Mér finnst það sko. Það nú bara mín persónulega sko. Við erum að styðja strákana, þeir eiga að skilja. En við ætlum að byrja hér á Cozy nótum. Þetta fallegt lag sem búið að vera vinsælt. Ef að byrja á Cozy nótum. Já, svona, þetta er ekki rock'n'roll en voru í Vaglaskói. Flott þetta, það rétt. Voru í Vaglaskói með Kaleo. Hversu góðu skapert ég frá 0-10 Pétur? 146.000. Ljúfir og fallegir tónar hér í FM 95 Blöð voru í Vaglaskói. Já, það vel viðeigandi hjá okkur á þessu fallega miðvikudags eftirmiddi hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Þættinum var að berast bréf og ég ætla svona að drepa niður í þessu bréfi. Hæ, kæri Pétur Jóhann, takk fyrir frábæran þátt. Og
Takk fyrir ljúfar stundir sem við höfum átt saman. Hvað, settur þetta allt í mig? Ég var alltaf með svona rólegt og romantist innkoman alltaf. Alltaf frá. Takk fyrir allar stundirnar sem við höfum átt saman og það ósjaldan sem ég hef setið heima hjá mér á kvöldum vetrarkvöldum og hlusta á þig, minn kæri Pétur. Án þín ég ekkert. Já, þakka kærlega fyrir þetta. Ég var nú að drepa hér niður í bréfið sem að þættinum barst. Já, stutt að laga bréfraður. Hvað segirðu? Nei, ég draf bara niður í því. Já, ok. Heyrðu, nóg það við ætlum að gefa fólki, hvar sem þið eru á landinu, þú, kæri hlustandi, þú ert það sem að skiptir okkur máli. Þú ert mikilvægur. Þú ert mikilvægur, kæri hlustandi. Já. Við elskum þig og af því að við elskum þig þá höfum við hér, ég, Pétur Jóhann Sigfússon og Öddi Blöð ákveðið að vera með slúðurpakka sérstaklega fyrir þig beint frá Bandaríkjum. Við skulum hlusta á Ödda Blöð, slúðurkongin. Takk fyrir það, ég ætla að byrja slúðurpakkan á Kanye West og Kim Kardashian. Ef að Sveppi væri með með núna var hann byrjað að berjast sjálfan sig. En hann geti nú kannski bara skána við það maðurinn. Hann myndi bara berja sig. Hann byrja alltaf, ef ég byrja að tala um Kim Kardashian í þættinum, hann byrja alltaf að slá sig. Nei. Og meiða sig að ræðislega. Æ, hann er svo mikið. Hann er svo mikið villisingur. Hvar er hann? Akkur er hann ekki hérna á þriðjudag? Hann er á Spáni held ég. Á Spáni, eitthvað það djamma og djúsama. Já, ég veit ekki hvort hann verður komið næsta þriðjudag. Hann sé ekki búinn að spila frá sér fjölskyldu og börn. Það kemur ekki óvart. Þú þekkir hann, alveg jafnvel og ég. Komið með allt niður og sig hérna heim. Já. Krusty the Clown. Já, akkur er þetta ekki búinn að hringja hann? Ertu búinn að hringja hann eitthvað? Nei. Í þættinum? Við getum kannski hringt í hann á eftir. Það heyri í honum. Já, tjekka hvort hann sé búinn að spila frá sér konu og börnum. Já, tjekkum á hann. En Kanye West, þá get ég líka sagt honum frá þessu, og Kim Kardashian, þau eru spes, það er svona vægt til orða tekið að þau séu spes, en nú er Kanye búinn að fjárfesta í nýjum bíl. Kanye West? Já, fyrir sig og fjölskylduna, sem væri nú ekki frá sögufærandi nema hann er skotheldur og eins og bílinn sem að fossetinn keyrir um. Stendur hvaða tegund þetta er? Obama. Byrju ekki segja mér það, stendur hvaða tegund af bíl þetta er? Já, ég held það hérna. Já, má ég geta? Já. Þetta er Maybach? Já, nei, þetta er Chevrolet Kodiaq. Chevrolet Kodiaq? Já, og þetta er að sama... Aldrei heyrt það. Og kalla Limo One a la The President, sem Obama, hann er á alveg eins bíl. Limo One. Það eru þetta, ég menna, hei, komið krakka og svona, okkur ekki að vera skotheldum bíl. Til öryggis bara. Ætli sé að gera Terranúin skotheldar. Jöður væri ég til í að fá mig bara skotheldar rúður í Terranúin, maður. Já, þetta er eitthvað svo steikt. Þeir geta teflon húða hurðirnar innan, þannig. Já, bara... Maður veit aldrei, skilur við. Það eru rjúpnaskittur upp um allt maður, þeir eru nú tínandi ykkur öðrum. Já, menn þú ert aldrei öruggur. Maður getur verið á ferð einhver staðar á Suðurlandsveginum og fengi bara haglabissu. Dritt bara í hælana maður. Þannig að þú ert á svona Chevrolet Kodiaq, þá ertu bara nokkuð sér. Það var enginn hætta á því kannski. Svo er það Justin Bieber vinnur okkar. Hann er búinn að vera svolítið í fréttunum og er þar reglulega. Já. Síðast núna í vikunni og þá var hann nakinn að spila fyrir ömmu sína. Hvað, hérna, ég fjallaði nú aldrei það hérna í þættinum. Þetta er stilling. Sko, ég elska ömmu mína. Ég ætla að syngja ömmu á morgun. Já. Og hérna, hef nú gert ýmislegt með henni. Já. En aldrei hef ég verið nakinn heima hjá henni. Aldrei? Hvort sem hún á ammali eða ekki. Þú hefur aldrei verið nakinn? Ekki sem fullorðið maður. Nei, ég meina, ertu viss? Hann er 19 ára. Þú hefur aldrei farið í sturtu heima á ömmuðinni eitthvað? Já, hann var ekkert í sturtu, hann var að spila á tippinu þannig heima hjá henni. Já, það? Já, var hún heima bara? Já, þetta er allt voðalega steikt eitthvað, sko. En það sem ég ætlaði hins vegar að segja af Justin Bieber núna er að hann var á stefnumóti í vikunni með supermodeli eða ofurfyrirsætu sem heitir Ashley Moore. Hann mætti þarna á einhvern franskan veitingastæði í Beverly Hills á þriðjudaginn, eða í gær, á nýja Ferrariinn sínum. Hann er komin á nýjan Ferrari-strákun. Hann ekki með það, Justin. Það er slett að skýrunni sem eiga það, sko. Segðu. Hvað er hann gamall, þessi? Hann er tvítugur. Hann er tvítugur. Já, og hann á 5 bíla. Keyrir á Ferrari, maður. Já, sem hann var bara að kaupa. Það liggur við að nenni ekki að, þú veist, selja hérna bíluna. Það er bara svona... Og maður hérna bara spikveit og grínist í Hafnarfirði, maður. Keirandum á 1999 ár gera Terranú. Hel sáttur, sko. Já. Yfir mjánaði með hann. Ég get lofaði því, Pétur. Þú ert hamingjusamur en Justin Bieber. Ertu viss? Ég er nokkuð viss um það. Það fer eiginlega bara ekkert á milli mála. Já, sko, peningar, þeir kaupa ekkert hamingju. Og svo er hérna loka slúður. Ég ætla nú bara að ræða við þig. Það er íslensk slúður. Skúli og Rikka mættu saman á frumsýningu Two Guns hjá Baltaði gær. Já, hérna, hér. Þetta er mikið fegur þarna á ferma. Rosalegt slúður, maður. Já. Skúli Mogensen í Wow Air.
Já, og heitir réttir Rikku maður. Já, heimsréttir Rikku. Já. Þau mættu þarna í gæra á Two Guns hjá Balta. Ég ætla nú ekkert að segja hvorki né, skilur við? Nei, þetta er ekki bara gott að blessa. Mér finnst samt, þú veist, ef ég hefði verið Skúli, eða Rikka, ég meina, kannski gerðu það. Mér finnst svolítið lélegt að vera að stela þrumur í hans. Hans Baltamar, hann er að frumsýna Two Guns myndina þetta sem búin að gera allt vittlust í Hollywood. Kemur hann hérna og svo mæta þau bara að vera að opinbera sitt samband þarna. Já, þið finnst að þau eru að taka svolítið þrumun af Baltagreiðinu. Mér finnst þau að býða bara þangur til að Ósúsi opnar í Hafnarfirði. Já, koma þá saman. Mæta þangar, það hefði verið svona í lagi. Kannski hafa þau hringt í hann. Ný Safran Express staður eitthvað staðar. Ég hefði hringt í hann að Baltasar. Ekki þegar ég er náttúrulega ekki með númerið hjá honum, en það skiptir ekki máli. Ég hef kannski reynt að verða mér út það eitthvað staðar. Svo ég hringdi hann bara og sagt, heyrðu, nú er bara, ég er að koma þarna á bíómyndina hjá þér í kvöld. Já, flott, eitthvað. En nú kallið komið með nýja geit, sko. Eitthvað svona, nei, ekki kannski nýja geit. Nei, nýja konu kannski? Já, ekki nýja geit, ég tekið þetta tilbaka. Nú maður að fara að frumsýna nýja skvísu. Er það í lagi þín vegna þannig? Já, það fá leiði. Já, mjög líklega hefði hann sagt bara, nei, heyrðu, nú er ég bara að frumsýna mynd, skilur. Mér langar svolítið að fá að gera það bara í friði. Ekki vera að stela þruminni. Já, farðu frekar og frumsýndu nýju skvísuna þennan á... Já, þetta er fallit par og við óskoðum allsins besta. Á opnunannan kaffihúsun í Smáralindi. Já. Nei, ég segi það. Þetta er svo kann ég sagði, séin messum við nú, förum í auglýsingar. Séin messum við nú. 957 og Carlsberg kynna. Gus Carlsberg Party í Garðinum á Hressó á föstudaginn. Gus flytur allt sitt besta efni. Kauptu 10 Carlsberg í næstu verslun og komdu með kvitturinn á FM 957 og þú fær 2 miða á Gus. Ég endurtek. Síðasta Carlsberg Party sumarsins er á föstudaginn í Garðinum á Hressó. Gus og allt þeirra besta efni. Kauptu 10 Carlsberg í næstu verslun og komdu með kvitturinn á FM 957 og þú fær 2 miða á Gus. Athugaður, takmarka magn miða í boði. Þetta kallar á Carlsberg. Léttur. Það verður bara allt miklu einfaldara með iPhone og iPad. Epli, Laugavegi og Smáralind. Epli.is. Stundum þarftu smá lán strax. Þá þarftu smá ást. Múla býður upp á skammtímalán. Múla.is. Peningar á mannamáli. Velkomin í nýja Esprit Smáralind. Esprit Smáralind. Þér er ekki boðið! En þú getur keypt miða á miði.is. Gæran.is. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni. A4. Dugleg, duglegri, duglegust. Ölver, pool, dart, karaoke. Ölver Glæsibæ. Sportbarinn.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í Perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Topp tónlistarstöðin FM. Blö á FM 957 og PC, þú varst að biðja mann sem að, já, þú ert svolítið skotin í. Já, það er bóndinn sem er alltaf að setja smáauglýsingar í blöðin. Já, og hann er samt sko, þetta er eiginlega... Sérstöku uppáldi á mér. Þetta er eiginlega bara orðin, hann er bara eiginlega pervert. Já. Og síðast var hann að óska eftir meðleigjanda. Já, sem að þetta vera ungur og til í allt og eitthvað. Já, hann er að vinna svolítið með það. Ég að hringja hérna núna, hérna er dagskráin, Fréttablað Suðurlands. Já. Og ég var að panta eina smáauglýsingu þar. Já, það líst mjög vel á. Sem þessi Perri. Já. Halló. Henni, já. Það er svo þó. Ég sem eitthvað hérna bara as we go. Ég er ekki búinn að pæla alveg nú við líðunum, en við skulum aðtúa hérna. Ég hlýt að finna eitthvað. Prentmet Suðurlands, góðan dag. Já, góðan daginn. Herru, ég ætla að tuga, eru þið með svona smáauglýsingar og svona? Já. Hérna, og talaði bara við þig hvað á að standa, eða? Já. Það er náttúrulega kemst ekki blæðið fyrir næstu viku. Ok, ekkert mál.
ekkert mann. Hörðu, ok. Getur líka sendt okkur bara post, sko? Já, ég endar, hún er biluð hjá með talvan. Ok. Þess vegna hringdi ég nú. Þá er það bara, ertu tilbúinn, eða? Já. Já. Einmanna fóli leitar að félagsskap. Einmanna fóli? Nei, kannski ekki fóli, það er einmanna, nei, byrjum bara aftur. Ok. Til í allt. Já. Ef þú ert að leita að einhverju spennandi, þá er ég þinn maður. Já. Er fráskilinn. Já. Og ekki hræddur við nýjungar. Ef þú veist hvað ég meina, er hægt að setja það í svona... Er fráskilinn og ekki hræddur. Og ekki hræddur við nýjungar, ef þú veist hvað ég meina. En setja það í svona gæsalappir, ef það er hægt. Það var það í gæsalappir, þú veist hvað ég meina. Já. Ok. Hvernig hljómar það núna? Til í allt. Ef þú ert að leita að einhverju spennandi, þá er ég þinn maður. Er fráskilinn og ekki hræddur við nýjungar, ef þú veist hvað ég meina. Já, það er í svona gæsalappum. Já. Ok, og setjum maður nafni sitt undir svona, eða hvernig? Já, þú getur bara að gefa upp símanúmer. Já, ok. Og upplýsingar í síma. Já, hafðu undir bara í restina Leðurgölturinn, Kitty Balda. Leðurgölturinn? Leðurgölturinn, já. Kitty Balda. Kitty Balda. Kitty Balda. Já. Hvernig hljómar hún þá? Til í allt. Ef þú ert að leita að einhverju spennandi, þá er ég þinn maður. Er fráskilinn og ekki hræddur við nýjungar. Ef þú veist hvað ég meina, innan gæsalappa. Leðurgölturinn, Kitty Balda. Þetta er ekki eitthvað? Já. Þá bara spurning hvernig þú komst í sambandi við þig. Já, það er bara Leðurgríma 69. Er það netfangu eitthvað? Já. Ég er með 2, það er annarkvæmt leðurgríma69@hotmail.com. Það er annar meili. Og svo er hitt sem ég nota reynda meira. Já. Meðanglerharðan@gmail.com. Gmail.com. Já, hvaða mail settur þau? Það er leðurgríma69@hotmail.com. Já. Og meðanglerharðan@gmail.com. Glæsilegt. Hvernig borgar maður svo svona? Þú leggur þetta bara inn á reikning hjá okkur eða getur gefa mér upp líka kortanúmer. Já, ok, en hvaða tölvupóst sendi ég hérna vanandi með greiðsluupplýsingar? Þá sendur bara, sko, greiðir náttúrulega bara í banka. Já, ok, æðislega. Hérna, ég gleyma að setja í auðlýsinguna að það er 18 ára aldurstakmarka því ég er sjálfur 42 ára. Já. Eða hafði það 19 ára. Setja það nú undan Leðurgölturinn. Já, setja það 19 ára aldurstakmarka. Já. Glæsilegt. Takk hérlega. Hörðu, byrju við, ég þarf nú að fá meira upplýsingar. Ég byrst þetta ekki nefnum að setja búin að greiða þetta, sko. Já, getur þú sendt mér upplýsingarnar á meðanglerharðan@gmail.com. Já. Glæsilegt. Ég get gert það bara. Ok, takk aðeinslega. Já, og þetta byrstist um leið og búin að greiða einn, sko. Frábært. Ok. Takk, bye. Bless. Ég veit ekki með þetta var... Jú, veist ekki með þetta. Mér leytti perrin minn ekki að góður hátta núna. Nei, hann var geðveikur. Já, drengur maður, þetta grínast. Meðanglerharðan. Ömurlegt meil. Þetta er bara, þú veist, ég beði eftir að myndi segja, það er bara með M-E-D. Þetta var, perrin hans Péturs, hann er í upphaldi og mér fannst hann ekki ná sama rönnu núna. Já, hann var rólegri bara, hann er orðin svo yfirvega. Já, hann er þetta orðin mjög. Já, þetta er smá tíma. Þetta er æðislegt auðvitað. Já, ég þarf að láta að vita hann á, dagskrá Suðurlands að þetta sé ekki að fara. Já. Sjá til bara, kannski verður bara með þetta með. Virkilega flott lag. Og bara kemur hann í gýrin einhvern veginn. Það er gott sömur í þessu lagi. Þú geta að gera meiri draum. Já, hvernig væri það nú? Austur-asíski draumurinn. Það er ekki Asía eftir. Afríski draumurinn. Næ, ég haldi. Það er ekki afríski. Suður-afríski. Suður-ameríski draumurinn. Já. Hvernig væri það, maður? Það var nú alltaf einhver pæling með asíska. Það er vonandi að það verði. Fara á kjötkveði hátíðin og eitthvað svona rugl. Já, það er hins vegar... Það styttist hér í Sturla staðreyndir og ræskjarinn í bland við, hvað segir, kettlinn? En við... Er það ræskjarinn í bland, hvað segir, kettlinn? Hvað segir, kettlinn, já.
verður bara eitthvað þvæla. Mér líst ekkert á þetta. Mér líst það bara mjög vel á. En það sem við ætlum að gera núna við ætlum að opna fyrir síman 511-0957 því að við í fyrsta sinn langa tíma ætlum við Pétur í karaoke hér seinna í þættinum. Og það í ykkar höndum kæru hlustendur. Hvaða lög viljið heyra í karaokeinu seinna í dag? Þannig að það 511-0957. Og það líka alltaf virka þegar við fáum hlustendur til að velja lögin. Þá hafa komið inn mjög góð lög. Já. Eitthvað lag sem að þú kannski vilt syngja í karaokeinu eftir? Erstu með eitthvað í huga sjálfur? I don't give a fuck. Nei, fíla það. Elskar þú þetta svona takkfara? You don't give a fuck. I don't give a fuck. Nei, sjáum það hlustendur sem. FM, góðan daginn. Ég veit ekki, ég var búinn að gleyma því. Hver á spurningin? Nei, já, FM. Góðan daginn. Góðan daginn. Er þið ekki að velja lög í karaoke? Jú, hvað var þú til að heyra? Ég myndi vilja heyra The Other Side með Jason Derulo. The Other Side? Ok. Já. Jason Derulo. Jason Derulo. Það er glæsilegt. Og hvað myndur þú vilja heyra á Ydda að syngja það? Nei, ég myndi vilja, jú, Ydda. Já, þetta er ekta Yddi í blöðum. Takk fyrir þetta, Galli. Takk fyrir þetta, Kalli. Ok, þá komið eitt þetta. Við skulum taka 4-5 lög. FM. Já, góðan dag. Góðan dag. Þú með eitthvað góð hugmynd handa okkur? Já, ég láta PJ Sig Fusion syngja Welcome to the Jungle. Það þetta getur mjög. Hef ég ekki sungið það? You know what the fuck you are? Nei, ég tók það eins og það komið tíma að segja. Þú það eins og Eða eitthvað garg með, þú veist, eitthvað garg með AC/DC. Eitthvað garg með AC/DC. Þú ert fáinn í smá rock. Já. Ég hef tekið AC/DC einhvern tímann. Já. Þetta er samt... Guns N' Roses eins og Já, alveg rétt, já. Þetta er fín hugmynd. Já, þetta er fín hugmynd. Ég er bara mjög ánægð með það. Takk fyrir þetta. Já, takk. Þá verður konið hérna tökum 2-3 viðbót FM. Hæ. Hæ. Ég syngja glasið undir í heimi. Þú syngja glasið undir í heimi? Já. Það er bara því miður það ekki til í karaoke-græjun okkar. En áttu einhvað svona útlenslag sem voru til að heyra? Já, verður að vera útlenskt. Hei, getur þið að syngja Gamli Nóa? Gamli Nói? Gamla Nóa? Já, við setjum það hérna á blað. Við reynum það. Takk hérlega. Bye. Ég er gladast í glad. Það er þetta ekki lag. FM. Halló. Hæ. Ég var til að heyra Nigga in Paris með Kanye West og Jay-Z. Já, ok, það er enda getur verið mjög erfitt. En við skulum sjá hvað það sé til. Ok, takk, bye. Hvernig er það, veit ég? Hvernig er? About so hot, I'm not gonna find me. Það er ekta þú. Ég gæti reynt það kannski. FM. Halló. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Ég var til að heyra I Will Always Love You. Já, bara Vitni. Já. Hún hefði orðið 50 daginn. Það var kannski bara við hæfi. Takka svona af virðingu við hana. Já, það er glæsilegt. Það er bara fínasta hugmynd. Já, þetta er góð hugmynd. Takk fyrir. Takk fyrir. Tökum við síðasta hlustandan. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Hvað verður þú til að heyra? Best Song Ever með One Direction. One Direction, ok, finnum eitthvað með þeim. One Direction. Ok, takk. Takk fyrir. Bye. Need always love you. Já, ég geti, Will Always Love You geti verið vel. Það geti verið við hæfi. Já, svolítið þú. Þú maður fara hér í Örstuð Kilóbó, svo það sturlaða staðreyndir og ræskjaran í blandi. Hvað segir Kallinn? Gjáðu okkur svona smá fórsmekkaði. Landsbankinn kynnir. We got set up. Where's the money? It ain't down there. Denzel Washington, Mark Wahlberg. He's just gonna let you die. Kvikmynd eftir Baltasar Kormák. No, he won't. True Guns. Komin í bíó. Aktu taktu, sumartilboð. Bossborgari og kók á aðeins 599 krónur. Aktu taktu, beint í bílinn. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Opna Captain Morgan mótið klukkan 9 í kvöld á Bar 11. Skráning á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Captain Morgan. Landsbankinn kynnir kvikmynd eftir Baltasar Kormák. Denzel Washington, Mark Wahlberg.
Two Guns, komin í bíó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blu. Fanta fína með ykkur degi, það Pétur Jóhann Sigfússon og Auðun Blöndal með ykkur til Sexy í dag. Sexy! Woo! Já, það ekki skamst, það skamt stóra högg á milli hjá okkur hér í þættinum í dag og eitt af rísa stóru höggunum akkurat að detta inn, á þessu augnabliki. Það eru sturlaðar staðrendir Auðun Blöndal, þú hefur gólfið, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta Pétur og takk fyrir frábæra kynningu. Þetta var svona FM kynning. Þetta var mjög stæðislega hvernig þú byrjaði kynninguna og varst að koma úr Miley Cyrus þvílítress. Svona frábært lag hér á verðinu með Miley Cyrus. Miley Cyrus. Heitir hún ekki? Jó, Miley Cyrus, það akkurat það sem hún heitir. Við ætlum að byrja sturla staðrendir og hér kemur fyrsta. Já. Að syngja, þetta gott fyrir okkur, það karaoke seinna í dag. Já. Að syngja gott við stressi. Það losar stress og vanlíðan. Þannig að ef ykkur líður eitthvað illa, það eitthvað down, þá maður vist bara reyna að syngja. Það ekki svona... ekki eitthvað til í það? Jú. Stundum maður einn í bílnum og byrjar að syngja, þá líður manni einhvern veginn betur bara. Já, algjörlega. Ekki það, ég sé eitthvað þunglitur í bílnum svo sem. Nei. En þú veist hvað ég menna? Já. Það kemur manni í betra skap oft. Já, en það reyndar eitt leiðilegt þegar ég byrja að syngja. Það kemur kannski mér í betra skap, en öllum í kringum í verra skap. Það ekki jafn gott það sem eru með mér. Já. Þannig að best fyrir mig að syngja bara þegar ég einn. Mismunandi hvaða lag maður tekur. Já, það eins og eftir í karaokeinu, maður þarf að velja rétt lag. Svo er það hér næsta. Allar þetta fannst mér mögnuð staðreynd. Allar Harry Potter myndirnar, ég held að 7 eða frekar 8, eru á topp 50 yfir aðsóknarmestu myndir allar tíma. Já. Þannig að það næstu bara 10 með bara 1/50 næstu hérna af aðsóknarmestu myndum allar tíma er í eigu Harry Potter. Hugsaði. Þetta, hvað veist? Er í eigu Harry Potter? Peningur er það? Nei, ég meina, er þetta ekki hver Harry Potter? Á hann þetta? Já. Nei, er þetta ekki kona sem að skrifa þetta? Nú, er þetta ekki sannsögulegt? Já, hún heitir hann að J.K. Rowling. Já, hún er rolling in the dough, sko. Já. Eitthvað á hún að pening, maður. Já. Svo er það hér, Bryan Cranston, veistu hvað það er? Bryan Cranston? Já. Það er snillingur. Já, hestamaður. Nei, það er leikari og leikur aðalhlutverki í þáttunum Breaking Bad. Já. Sem er í miklu uppáldi á mér. Ok. Og bara í miklu uppáldi á flestum sem hafa hort á þess að þetta held ég. Já. Algjör snild. En hann þurfti að læra að elda með þess, er þetta ekki spýtt fyrir aðalhlutverki? Hann er cooking meth í þáttunum, sko. Já, hann þurfti að læra það. Já, leikstjórinn vildi að hann myndi svona koma sér betur inn í karakterinn. Og honum var kent að elda spýtt að malla spýtt eða hvað sem þú segir. Er ekki svolítið verið að tegja lopan í þessu þáttum? Finnst þið það? Finnst þið geðvikið? Það voru að byrja aftur núna, sko. Ég veit, ég hef ekki séð fyrir seríur ég sá, sko, fyrstu þættina í fyrstu seríu og minnst þetta allt verið eins. Nei, ég veist það. Ungi strákur aðna með honum og þeir alltaf einhverju djóðsvesinni. Alltaf sama vesinn að Ungi strákur með honum og þeir alltaf einhverju vesinni. Það er þetta að segja þetta alla þætt og allar bíómyndir, sko. Nei, ekki 24. 24, þetta var rosalega þetta. Já, var aldrei sama vesinni. Það var nýtt vesen bara á hverju minnsta degi. Ég gleym alltaf að minnast á 24 þegar maður að tala um svona góða þætti. Já. En Breaking Bad, þetta er þessi þættir er snild. Já, örgulega. Svo er það hér næsta. Ég er bara eitthvað neikvæður. Já, eitthvað. Bara veist afsökunum. Þú ert vanið því. Já, fyrir það. Ef þú ert sippinn en vilt ekki sofna, haltu þó í þér andanum eins lengi og getur og byrja svo að anda rólega frá þér þegar þú getur ekki meir. Þegar þá fer hjartslátturinn vel á stað og þú hættir að vera sippinn. Ég held að séu margir þarna, það eru kannski einhver að hlusta á þáttir núna á næturvakt, þannig að gera prófa þetta, þeir sem eru kannski út á sjó eða bara í Vestmiðju núna. Það er að séu einhver á næturvakt núna? Já, ég hitt oft fólk sem að segist hlusta á okkur á nóttinni, sko, þannig að gera prófa þetta núna. Það bara haldi sér andanum eins lengi og getur og byrja svo að anda hægt frá sér. Nei, ég ætla nú ekki að fara eða tímið það hér. Nei, við gerum það ekki. Svo hér rönnur sem er mjög skemmtileg. Airport Pizza er í Alaska og senda þér heim með flugi. Þannig að við getum pantaði pizza í Alaska og hún kemur bara með flugvél. Og bara hingað? Hingað, nei, þú ert náttúrulega búið í Alaska. Já. Þannig að þú getur ekki hringt í Dominos í Breitlandi og þeir komi ekki hingað með pizza. Nei, ég held að færu bara hvert heimi sem er. Nei, bara Alaska. Já. En það er sko að þú ert að pantaði pizza og þeir fljúa með hana til þín. Á köld? Nei, hún er ekkert köld, þetta er ekkert það langt þarna á milli, held ég, þú veist. Nei. Þú getur alveg flogið með pítsu, hérna, og skarti 40 mínútur á Akureyri, hún var ekkert á nýs köld pítsan, sko.
Nei. En það var samt svona leiðilegt ef að gleymist eitthvað, skilur við. Til dæmis, sendið hún gemur til þér. Herru, varst þú ekki með tilbúið B? Jú, en ég var með Diet Coke en ekki venjulegt Coke. Anskoti, bara upp í bíl. Hvað með þetta til 40 minnur? Það er svona aðeins meira vesen. Það var tilbúið Coke fyrir lönda. Akkurru, hann var ekki með Diet Coke. Hann vildi ekki Diet Coke. Svo er það læsta. 28 ára gamall kóreðumadur að nafni Lee Jin-jun varð Lee Jin-jun. Já, Lee Jin-jun. Lee Jin-jun. Hann varð ástfanginn og giftist líkamskotta sínum. Líkamskotta? Já. Hvað er líkamskotta? Það er eitthvað sem er selt hérna í Asíu. Þetta er svona, ég hef reyndað að sé þetta, þetta er svona risa kottar og það eru svona mynd af konu á kottanum, svona teiknimynd af konu, ég hef aldrei séð þetta. Já, jú. Já, hann giftist hún? Hann giftist kottana sínum og varð ástfanginn. Þetta má? Þetta má þarna greinlega, fyrst að hann er búin að giftast henni, en ég sko bara ef að barnið mitt, þó að vera orðið 28 ára gamalt, myndi bera þetta undir mig, þá myndi ég held ég bara alltaf lokað inni eða eitthvað. Er þetta eðlileg hegðun? Í stóri ástum að hann hafði ekki borið þetta undir kongni prest. Það er bara gengið hreint til verks, farið til sýslumanns, ég ætla að giftast þeim svo gott að hennar. Allir að vera á þánum, ég vil að þetta gerist í dag. Það var ekkert mamma og pappi þarna? Nei, ég er á 28 ára gammal, ég er aðeins hvað ég gerir. Þú, ert þú að gifta fólk? Já, gott þetta. Ég er kannski að fara að kaupa mér bara svona gotta, tjekka á þessum. Kannski verið ástfanginn. Aldrei að vita af þinn? Aldrei að vita. Næsta... Það er inn á saga til næsta bæjar ef þú er ástfanginn. Ástfanginn á kotta? Já. Já, þá bara án svona ángríns, þá þarf maður bara að láta tjekka á sér. Nei. Það verður ekkert ástfanginn að einhverju kotta, nefnum að setja bara hálf rugglaður. Það er ekki svo kottin sé að tala við þið, hann heldur utanum hann. Það er eina sem hann gerir. Er það ekki kostur? Hann haldi bara ekki. What, töffari maður. Já, eða ekki bergastir. Svaðalegu töffari. 400 miljón manns stunda kynlíf í heiminum á hverjum einasta degi. 400 miljón manns. 400 miljón manns stunda kynlíf í heiminum á hverjum einasta degi. Já, hvorki meira niður minna. Þannig að það er akkurat í þessum tölu orðum eitthvað í gangi. Já, það... Eitt og annað sem að fólk er að sýsla. Á hverju sekundu 4.000 manns. Vá. Spáði, hvað heldur sem margir á Íslandi núna eitthvað getting lucky? Hvað er klukkan? Hún er 10 mínútur í 5 á miðvikudegi. Ég myndi halda hérna bara núna á Íslandi, yfir allt landi, það var ekkert mikið meira en svona 20 manns akkurat núna. 10 kannski. Ekki að þú tekur landsbyggðina með? Ekki? Nei. Þau hefur ekkert annað að gera. Bara hoppa og sko. Það er bara ísbúðinn og svo er bara verið að... Nei, ég tek þetta allt tilbaka maður. Ég veit ekki hvað skreið upp í raskati á mér í morgun þegar ég vaknaði. Þú ekkert eitthvað töffara við sko... Nei. Út í landsbyggðina, út með landsbyggðabarnið á mótið sko. Já, sömulegið sjálfur. Þetta er bara sturlu staðreyndin. Já, þetta er það. Það eru bara 3 ár eftir. Kínverskir foreldrar geta kært börnin sín ef þau heimsækja þau ekki nóg oft. Já. Þannig að þú... Þetta er gott maður. Já, mér finnst þetta bara svolítið sniðut. Þú átt að vera duglegur að heimsækja foreldra hérna. Drullar í heimsókn í kærið. Já. Drengstöli. Reyndar ekkert gaman að koma í heimsókn næst eftir að hafa verið kærður. Það er svona pínu verið að þvinga því í heimsókn en samt. Heldur þú getur að dreigja þessa kæru á hann tilbaka? Ég er mættur. Svo er það hérna orðið kynlíf kemur 275 sinnum fyrir í bókinni 50 Shades of Grey sem er mjög vinsæl bók hjá konum. Hefur þú lesað hana? Nei. Ekki heldur. Nei. En hún á vist að vera eitthvað voða eggjandi og stími. Já. Það er kannski maður að tekja hann í. Já. 50 Shades of Grey. Já. Er þetta fyrir kalla og konur? Er þetta meira fyrir konur, veistu það? Já, ég veit það ekki. Nei, ég ætla að tekja það. Ég verð að viðkenna það. Ég les ekki nóg. Ég held að þetta sé bara bók. Það maður hver sem er að lesa hana. Ég held að sé eitthvað BDSM-rugl og eitthvað í þessu. Jú, það held að. Svo er það síðasta, fólk sem hlær mikið á léttara með að þola sársauka, andlegan og líkamlegan. Þannig að sársauka á þröskuldin, hann hækkar eða hlær mikið. Það er nú reyndar á ekki við mig. Já, það á við þau andlega, þú meiðist nú ekki oft andlega. Nei, það er mjög auðvöld að meiða mig. Það maður bara rétt að klípa í þig. Þú elskar það þegar ég meiði mig. Sko, ég elska bara, mér finnst svo gaman þegar þú verður reiður. Þegar ég verður reiður, ég verður aldrei reiður. Nei, ég veit það gerir svo sjaldan, en ef ég klíp þig fast, til dæmis ellendis og við erum að skemmta okkur, þá verður þú reiður. Og ég hef mjög gaman að þig. Líka manstu þegar Magnús verður að raskella mig? Já, þá varstu reiður. Svo var ég reiður og vondum. Ógænslega vond maður. Þá viðbjöður. Við þurfum að býstu, sterkast maður heimsa raskella, ég helst þetta er gott. Ég skil ekki af hverju maður lætur hafa þessu út í. Nei, en þetta hætti. Hver var uppáhaldsstaðrindin í dag?
Það voru margar góðar. Ég fannst að... Airport pizza. Já, og líka þess að sem giftist kottanum. Giftist kottanum og airport pizza. Já. Mér finnst allt gott, sko. En airport pizza, ég samt... Mér finnst eitthvað bogið við þetta. Ég meina, það er alveg sama hvernig á það er litið. Það mun aldrei borga sig að vera að fljúga með pizza á milli stað. Nei, það er alveg rétt. En þetta er bara, ég held að sem mjög sjaldgæft að fólk fái pizza á Alaska eða eitthvað, þess vegna er þetta. Já. En hér er ég með staðreynd fyrir þið sem er ekki sturluð. En býttu, áður en að þessu öllu líkur. Já. Þá ætla ég bara að taka það fram að ég var að hlusta á þig og Steinda í gær og mér fannst augljósa staðreyndi mjög gott. Já, ok. Mér fannst það bara. Já, það er aldrei vitað um að halda áfram með þær. En þú varst ekki sammála því? Jó, mér finnst það alveg skemmtilegt. En viltu að heyra staðreynd sem er ekki sturluð? Já. Þetta er upp á slagið mitt. Ísland mætir Færeyjum í vináttulandsleik á Laugardalsvelli á miðvikudag klukkan 19:45. Tryggðu þér miða á ksi.is og miði.is. Styðjum strákana okkar. Allir á völlin KSI. A4. Góð. Betri. Best. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Coca-Cola kynnir. Sálin að Flúðum laugardagskvöld. Sálin slær upp ósviknu sveitaballi í félagsheimilinu á Flúðum laugardagskvöld. Ekkert vesen, bara stuð. Skelltu þér í lopapeysuna og skunda á Flúðir. Njóttu kók með Sálinni. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljartbarinn Faxafinni. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það eru Ötti og Pétur sem sitja hér í stúdíó FM 957 og... Blessaður. Og við erum í Fantafíling. Blessaður. Fantafíling hérna félagarnir. Þetta er einhver ný liður sem allir í. Blessaður. Jæja, blessaður. Nei. Já, við gemum það kannski. Kannski eftir. Já, við ætlum í annan núna. Við ætlum að fara í dagskrálið sem við höfum ekki farið í langan tíma og hann heitir Skellt á mig. Já, hann er að keppa. Já, hann er samt svolítið óþægilegur, þessi liður. Já. Hann gengur út á það, við ringjum eitthvað hér út í bæ og þú ætti að reyna að láta skella á þig eins fljótt og hægt er. Og þú mátt ekki vera með helberan dónaskap og þú mátt ekki biðja að láta skella á þig. Nei. Það eru svona leikreglunar. Já, þetta er bara einfalt og þægilegt. Já, og sigurvegarinn, hann fær bíl. Hann færir á rútu. Já. 18 manna rútu. Það er ekkert smaraði. Og... Yukon. Verði ég ekki að byrja þetta bara? Yukonni. Nei, djúk. Byrja þú. Ok. Hvert ætlar að hengja? Það er bara handáðu eða ekki? Já, það er hérna námskeið, lærði að hlaupa með minna álag og ökla fótleiki, kálfa hné og mjaðmir. Ok. Spæði hjóla bara í það. Já, mér líst vel að það var. Heyrðu, en býttu það var ein regla, nei þú veist, það er bannað að vera dónalegur. Já, nei, bannað að vera með helberan dónaskap. Já, ok, það má vera perralegur. Já, og mátt vera perri. Perri virkar alltaf, sko. Nei, ég er að þróa, ég er ekkert búinn að ákveða mig. Nei, þú ert ekki strax, ég skal byrja. Já, sorry. Ég er bara að þróa þetta með mér, maður. Já, góðan daginn. Hvað er að frétta þér, maður? Ok. Árið. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég sá að auglýsa að nátt að hjálpa fólki að hlaupa. Já, einmitt. Eða ekki? Hefur áhuga að meira það. Getur þú hjálpa mér göldurðin? Hvað segir þið? Getur þú hjálpa mér hérna göldurðin? Þetta er ekki, hvað það sagði? Getur þú hjálpa mér hérna göldurðin? Já, sagðunandi. Í hver ertu? Í hver ertu? Í hver er ég? Hvað með þau? Í hver ertu núna, Göldur? Hvað er það að tala um? Ertu í stuðbuxum með það? Er ekki alltaf lægið það þess? Það ertu í einhverjum þröngum ból. Ertu í einhverjum þröngum ból? Nei. Í hver ertu? Það langaði að læra að hlaupa og létt vera að móta. Ertu í nærfötum? Snögg afgreið þarna. Þetta er samt svo óvæg. Nei, þetta er bara gaman maður, mjög það gaman. Hann var ekkert alltaf lengi. Nei, ég er skítræddur. Þetta var ekki helberdónaskapur, en þetta var nettur perri. Já, ég er skítræddur við þetta maður. Ég veit að þú myndir hringja hérna í, það er mynd hérna af, ertu búinn að hringja í þessa kannski? Það er mynd af konu hérna.
Jákvæðar hugsanir breyta deginum. Já, jákvæðar hugsanir breyta deginum og svo hann að GSM símanum. Já, hérna ringi það. Ég ætla að tala við hann bara svona. Halló. Hver þetta? Ragnhildur. Ragnhildur? Já. Nú ég bara allur löðrandi sveittur. Já. Ert þú sveitt? Nei. Ertu til í að svitna fyrir mig? Ertu í fötum? Í hverju ertu? Út af það að ringja. Ertu til í að stynja fyrir mig? Nei, ég fór í klúður. Þetta var eiginlega... Þú vannst eiginlega? Nei. Þitt var snegra. Ég fór samt inn á sömu braut og þú maður. Ég klúðraði. Nei, hvað ætlaði þér í? Þetta alltaf klassískt. Nei, ég var nefnilega... Ég væri til í einni viðbót. Ok, ég geti hlustað á í allan dag, þannig engar ágjör. Hvað viltu fara í? Ég væri til í að fara í kjarnabókhald. Ok. Ég var nefnilega búinn að ákveða í haustnum, síðan var ég búinn að steingleyma þig þegar símtalið byrjaði. Ok, mannst það núna? En þetta svindl, símtal, þetta bara auka. Já, þetta bara til að hafa gaman að þessu. Já. Til þess þessi þáttur, við erum að reyna að skemmta fólki. Það ekki eins og ég hef fengið eitthvað byggar. Nei, þú missa vast negri. Já. Kjarnabókhald. Já. Nennar að segja þetta einu sinni enn. Kjarnabókhald. Já. Nennar að segja svona, kjarnabókhald, góðan dag. Segðu það einu sinni enn fyrir mig. Hvað vantar þig? Ég segðu bara kjarnabókhald, góðan dag, einu sinni enn bara. Kjarnabókhald, góðan dag. Þetta er gott maður. Ég fíla hvernig hún segir þetta. Hvað eru þið að gera þarna? Hvernig? Er þetta reikningsskil og eitthvað svona? Eitthvað svolítið, já. Er þetta að gera skattaskildu líka? Já, líka. Ok, ertu sveittur þegar þetta? Hefur ekki mikið að gera í þessu? Það er ágætt. Ertu sveittur? Nennar að segja ég er sveittur. Ég er ekkert sveittur. Já, sveittur. Segðu þá orð. Segðu sveittur fyrir mig einu sinni. Áttu eitthvað erindi hér? Nei, segðu bara, nennar að segja sveittur fyrir mig einu sinni. Áttu eitthvað erindi hér? Já, halda áfram. Segðu það, áttu eitthvað erindi hér. Nei, einu sinni. Þannig að mér langaði að fara á þetta. Þetta var geturleitt maður. Eitt sem alveg var vittlaus bara í eitthvað bókhald. Það er ekki mikið til að skemmta manni. Ég veit ekki mikið, ég gréti aldrei hérna. Æðislegt og þetta var skelldamið og það var bara nokkuð skemmtilegt í dag. Það var heillengi þessi. Áttu eitthvað erindi hér. Það var alltaf skellt á okkur fyrir rest. Ég elska líka svona, segðu þetta, þarftu eitthvað, hvað vantaði ekki? Mér langaði hann að þið sagt, já ég er sveittur hérna yfir bókhaldinu. Það hefði gert það alveg útslæði fyrir mig. Hér á FM 95 blöð, á FM 957 Florence and the Machine ásamt Calvin Harris þarna með lagið Spektrum. Herðu. Það er stuð í því? Nei, ég held að það mikið verið inn. Já, mikið stuð þarna, Calvin Harris og Florence and the Machine með Spektrum. Já, það kemur að þeim tíma í lífi hvers manns að hann þarf að syngja í karaoke. Já, og það einmitt það sem við erum að fara að gera hér. Við syngjum sikkert lagið og svo ringið þið inn í 511 og 957. Feistur upp í 5 atkvæði vinnur karaoke-keppnina. Það er ekki flókið. Nei. Og svo strax eftir karaoke þá ætlar að hendi fyrir mig ræskjaran og hafa hvað sé kettlinn með honum, eða ekki? Jú. Ég verða viðurkenna, ég hlakka mikið til að heyra það. Tilbúin að láta undan þrýstingi frá þér. Já, takk fyrir það. En ert þú búin að velja lag? Já, við ætlum að vera báðir á romantísku nótunum í dag, eða ekki? Ég átti að taka Celine Dion eða Klein Dine, eins og pabbi minn kallaði hana hérna fyrir nokkrum árum síðan. Ætla þú? Já, og þú tekur Whitney Houston. Já, alveg rétt. Það er ekki máli. Jú. Já, við ætlum ekkert að ráðast að garðin þar sem hann er lægstur, heldur að fara bara í dífurnar, Celine Dion og Whitney Houston. Og það hefur ekki bara illu besta vlogja og ég ekki að byrja þetta bara. Jú, ég er til í að ég er samt til í að byrja líka, sko. Nei, ég skal bara klára mitt. Ég bara vill klára að vera búinn. Ok, erstu tilbúinn? Hlustendur tilbúinir. Svo er það 511 0957. Og já, svo sem syngur betur fær vonandi ykkar atkvæði, sem ykkur finnst flottara. Ok,
Ég byrst hlustendur mínu afsökunar. Þetta var magnað hjá Röðun. Það kom með Pétri. Nei. Sem að... Ég gefst upp. Við erum að fara að taka eitt frægasta lag allra tíma. Eftir Whitney Houston. Það er nú ekki eftir hana. Ég held að Dolly Parton var nú sem geta. Fyrst, en þetta er lagið I Will Always Love You. Og hún hefði orðið 50 daginn, hún Britney. Þannig að farðu vel með þetta lag. Já. Ég skal reyna. Whitney. Já, ég skal reyna það. Tilbúin? Já. Libradi? Já. Þá byrjum við það. Nei. Getur þú, heyrðu, nei, býttu aðeins. Þú voru að setja þetta neðar hérna skjáinn, þannig að ég sé ekki. Ok, já. Herðu, veistu það? Ég misti röddina maður. Já, ég held að þetta maður gera sko Ég misti röddina. Og Whitney Houston hann greiða að vera ekki einu svona með atkvæðagreysli þessum horfðu. Það má bara enginn vinna svona keppni. Þetta er ríkalegt. Þetta er ástæðan fyrir að karaoke er ekki lengur í hverju viku. Þetta var ógeðslegt. Þetta, ég gefst upp. Já, ég vil ekki bara semja jafntefli þessu viðbjóðu. Já, gera það. Ég var að sjá hvað, FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú gott? Ég mun alltaf elska Pétur. Já, ég er enda sammála því, en elskaður söngin? Já. Ok, þannig að þú hefði ekki elskað þetta. Já, maður sjá. Það er Jóhann. FM. Hanna. Halló. Já. Hver hefði fengið hitt atkvæði, kæri hlustandi? Pétur, allan daginn. Nei, Pétur allan daginn. Hver er Jóhann? Þetta var sko mitt var líka ógeðslegt. Takk fyrir þetta. Ok, bye. Takk fyrir. Heyrðu, ég ætla að gefa þér hann segja. Það að gefa mér þetta? Það má bara enginn eiginlega vinna eftir svona. Þetta eru svona án alls gríns. Tristur þau ekki í það? Já, ég skal gefa það segurinn. Mér heyrðist þú stefni í hann sko. En ég held að þetta sé versta karaoke okkar frá upphafi. Já. Enda af 2 mjög erfiðlega. Já, þú ert komin í 2-0, þetta er bara upp í 3. Sjáum hvort þú tryggir hérna. FM? Herru, ég vil auðta. Jæja, takk fyrir það. Ok. Auði. Jæja, auði blöð. Já, bara enginn að vinna svona. FM? Jú. Halló. Halló. Góðan daginn. Það er auði sem að vinnur. Já. Ok. Þetta grunaði mig. Auðum Blöndal. Það fær enginn sigur í dag. Þetta var harður á því. Ætlar ekki að fara upp í. Þetta var svo lélegt. Fyrstur upp í 3. Nei, þetta er bara hvorugur okkar að skilja að vinna, finnst mér. Í alvöru? 2-2, aðja, ok. Ég var að semja mig aftur. Nei, fáðum hérna. Hvor var skárri? Auði. Já, Auði. Ég var að segja það við. Já, sko, ég á bara ekki skilið að vinna karaoke fyrir svona óvist. Víst. Fyrir með auglýsingar, farðu að undirbúa röddina út að fara í ræskjaran í bland við... Já, Gussi Kjörðin. Players er komin aftur. Já, þú heyrðir rétt. Players er að opna aftur nú við Gullinbrú. Af því tilefni verður beinútsending á 2 hörðum í FM 95 Blö á föstudaginn 16. ágúst frá Players. Allir leikirnir í enska í beinni og opnunartilboð á mat og drykkum helgina á Players við Gullinbrú. Þetta kallar á Karlsberg. FM 957 og OK-búðin kynna. Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Merktu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara back to school með fulla einbeitingu. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Fartölvu hasar í Elko. 2 heppnir fá tölvuna endurgreidda. Elko, einfallega lægra verð. Allt í skólan á lágu verði. Grippill, alltaf ódýr. Opna Kaften Morgan-mótið klukkan 9 í kvöld á Bar 11. Skráning á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Kaften Morgan. Landsbankinn kynnir kvikmynd eftir Baltasar Kormák, Denzel Washington, Mark Wahlberg. Two Guns, komin í bíó. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. FM.
Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, Bókota, no cola, mátt bóka, allt kóka. Kóngan djók sem við köstum dói, rámi kók, drekk mig í gólf fyrir 12. Set kokki og spilastokk, stjörnustelpur, champion fokk. Vinn ekkert smá vel á þér, í háskerp og hátér. Eins og Hjörtur Hás þessi bás að fá sér. Nóa pala, nóra tím, nóa vatn og B-vítamín. Skanna shades, rauðu Gatorade, Maradona í eitt steik fyrir og eftirleik. Dukku skítur en drastir reynd, hösl og feys, bís og heim. Smell og dreik og þetta í sleik. Góða pappa, stráka grei og laumi gei, seg ekki breyk. Ó nei homie, ég so self-made. Oh nei homie, ég so self-made. Oh nei homie, ég so self-made. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlinum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Hollið mitt á dolli, all in á molli. Bent fýrar í tonni, en ég dett bara í rommið. Stífbónið fjósinn, fyrir stefnumótið. Við óhreina ljónið með spúlaða lókin. Tóni eins og óðinn, því þjóðinn vill tónin. Og ég þvæ mér hendur á því snerti á með lókin. Fuck það, þeir eiga ekki jack, þetta rockbar. En þeir eiga ekki jack, fuck. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Þið að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 Ötti og Pétur með ykkur til 6 í dag. Erum í Fantagír og það komin tíma á smá símarekk. Já, þetta er bara, þetta er einu sem okkur dettur í að gera. Já, eins og bara, eins og gengur að gerast í þessum þætti. Já. Ég var spæðið að biðja að taka smá blöndu eða núna, Pétur. Já, þú varst búin að nefna þetta við mig. Já. Mér líst það ekki á þetta. Af því að, sko, þeir eru báður uppáldið á mér, það er ræskjariðinn. Já, hann finnst hann aðeinslegur. Og svo er eitt gamall góðu vinnur sem er Kösi í Kjellin. Það er að rústa bara röddinni. Já, bara þess náttu að vera að spara þér núna. Við tökum bara eitt síntal. Já, ég þarf að koma mér í karatinn. Já, þannig að hvernig var að blanda saman ræskjarunum og Kösi í Kjellin? Ég ringi eitthvað bónda. Mér líst vel að. Það ekki? Jú. Hérna... Ég ætla að ná mér í vatn á meðan. Þú finnur þetta. Ok, það er bóndina sem er að auglýsa Massi Ferguson. Já. Til hérna, hann er að reyna að selja hann. Já. Þannig að við ringjum með hann. Halló. Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að kanna þetta með Massi Ferguson hjá þetta Sólu. Hérna hall. Hvað segirðu? Hvernig Massi Ferguson? Varstu ekki að selja þetta Massi Ferguson? Jú. Hvað viltu fá? Hvað ár gerir þetta traktor? Hann er 86. 86? Já. Hvað ert að setja á hann? 350.000. Hvað er margar vinnustundir á honum? Alltaf ekki 4.500. Hvað sagðirðu? 4.500. Og hvað er sett á hann? Það var 350.000. 350.000. 450.000. 450.000. 350. 150.000. Takk. Hvað sagðirðu? Ég sagði 350.000. 150.000, já. Það er nú að veðsloppið með af eitthvað þess að árgerð, ekki? Það er ekki veðsloppið. 350. Já, ég myndi segja að það væri veðsloppið með þess árgerð.
Ég hef ekki séð það marga á 150. Ég hef ekki séð það marga á 150.000 hingað til. Hann ekki á 150.000. Takk fyrir. Ég vissi ekki hversu lengi hann ætlaði að huga í þessum að... Hann var búinn að þakka fyrir sig svona, hann margsamt að koma bara í hausina, þetta ekki 150, þetta 350. Ég hef ekki séð þetta marga á þessu verði. Jöfull, þetta ekki gott fyrir randböndin, maður? Randböndin? Nei, en það ætla ég að sleppa núna. Það var eitt símtal var nóg, ég ætla ekki að reyna þetta, glemdi og já... Nei, jú, reyndur. En þú sagði samt aldrei, Gussi Gerlin? Átti ég að segja það? Nei, þetta var samt hann. Já. Þetta var vel gert. Þakkaði fyrir þetta, Pétur. Fáum gæðamjúsík. Love Me Again. Fínasta lag hér. Á ferðir að hlusta á FM 95 blöð. Styttist hér í lagi á leiðinni heim og fleira, en Pétur, ég ætla að spyrja þig, nei, það ekki næstu helgi, heldur þar næstu helgi, þá ertu að fara að hlaupa hálfmaraþon eða ekki? Jú. Og, já, ég held að það hef ekki farið fram hjá neinum á Íslandi að þú sétt að fara að hlaupa. Þetta alveg auglýst. Já. Hvernig gengur? Já, vel, bara. Hvað ertu múin að hlaupa mest núna? 14. Þú ert komin upp í 14? Já. Hvernig leiðir eftir þá? Ég ætti að vera búin að hlaupa 17 helst. Ok. En ég búin að klúðra því. Hvernig leiðir eftir 14? Bara nokkuð vel. Merkilegt, Þú ert að fara að ná þessu bara? Ég hef þá tilfinningunni, já. Ég náttúrulega, þú veist, ég kemst alveg vegalengdina. En markmiðið mitt var, mér langaði þetta að skokka alla leið, skilur við. Ekkert að lappa á milli. Hvað hljóstu 14 á? Sko, ekki það, mér tíminn ekki skipta máli í Söðum Blöndal. En ég var 2 tíma og... eitthvað. 2 hvað? 2 tíma og 20 mínútur eða maður rétt. Með 14? Já, ég man ekki. Ég fer hægt yfir, sko. Þú 2,5 tíma? Nei, ég var ekki 2 klukkustundir og 2 mínútur, ef ég man rétt. Nei, ok, strax. Ég tók þetta allt upp. En samt alveg. Þetta allt hérna bara, ég get alveg tekka á því og vilt, en mér minnir það. Nei, ég er ferskur. Sko, staðrendinu svo öðun, að mér finnst það ekkert skipta máli hvað ég er lengi, sko. Nei, ég er náttúrulega bara, það er fyrir öllu að þú klárir og komist heil heim bara. Já, ég ætla að taka þetta á díselnum, sko. Já. Eins og gamli díselin. En þú ert ekkert að fá blóð bara í munnin eða krampa eða svona? Nei. Ok. Það hefur sloppið til hingað til, sko. En hérna, þú veist, þegar þú ert búið með 14, þá er ég 7 kilometrar eftir, sko. Já, það er alveg slatti. Þannig að við verðum að Þú ættir að ná flugveldarsýningu. Já. Klukkan hvað er hún? Ég held að hún sé 12 á minnati bara? Já, 11 eða eitthvað. 11, já. Hún er henni. Ef að hlaupið byrjar fyrir hádegi, sko. Það er fyrir hádegi. Já, ég veit það. Það byrjar 8:30 held ég. Já. Ég man sko, þetta komur ós óvart. Það er gaman að hlaupa þetta, sko. Það er allir að hvetja þannig í Vesturbænum og það er rosalega mikil stemming í kringum þetta, niður í bæ og svona. Já. Það komur óvart. Því ég hef aldrei haft neitt rosalega gaman að hlaupa ef ég hef ekki bolta, sko. Nei. En þetta fannst mér gaman, sko. Þú hefur hlaupið í þessu? Já, ég og Sveppi hlaupum 10 kilometra. Já. Ég, Sveppi og Rikka á sínum tíma. Já. Og það var alveg stemming, sko. Já. Varstu á undan Sveppa? Nei, ég gaf hann lofor við erum samferðafélagarnir. Þannig að þið voru samferða? Já. Hlupum á sama tempói félagarnir. Já. Þetta er málið það. Ég held að sko, þetta gerist að 90% af öllu gerist í hausnum aðeins, sko. Já. Það er bara ekki. Það er það sem að hjálpa líka, þú ert að hlaupa í gegnum Vesturbæinn og svona, fólk er að hvetja þú eitthvað, sko. Það munar rosalega. Já, en varst ekki bara með músík í eyrun? Nei, því að Sveppi var ekki með neitt, þannig að hann vildi bara spjalla á leiðinni. Nei, það er nefnilega, það er algjör kvöl og pína að vera spjalla. Ég veit það, maður. Þú veist hvernig þessi litli lungur er, maður. Hann bara frekjast áfram. Maður fær ekkert að hlusta á sína eigin tónlist. Tilætlun og sem. Maður þurfti bara að tala við hann. All hlaupið. En myndur þú segja að það væri, þú veist, að ég var búinn að sjá fyrir mér að vera bara með eitthvað í eyrun? Já, það munar rosalega. Ég finn það líka bara eins og þú ert í ræktin og svona. Já. Og nennir ekki að taka fleiri sett og kannski á hann alveg búinn, en ef það er eitthvað geggja lag undir, svo Smells Like Teen Spirit eða eitthvað sem að það bara keyrið áfram. Já. Það munar rosalega að vera með góða tónlist í bæði ræktin og hlaupa held ég, sko. En það myndur segja að það væri diss við
Hinn á hlaupanana? Nei, við fólki sem var hliðar sem var svona hveti á svona. Nei, alls ekki. Ég hef aldrei hlaupið, sko. Já, nei, þú sérð þau alveg á svona. Þú ert alltaf lægur tónlistar. Það í lagi. Já, og talandi gæða tónlist. Já. Og þá spilaði ég lag hérna í gær með Kings of Leon sem nýtt. Af því að ég vil að hlustendur fái að upplifa það sama og ég upplifi með þetta lag. Þegar ég heyrði það fyrst, ég mikill aðdáandi Kings of Leon. Þá var ég bara svona, þetta er alveg ágætt. Svo núna, ég hlusta á þetta hverju einasta kvöldi og oft í röð. Þetta er að mínum að þetta er bara eitt flottasta lag þetta, reyndar Holy Grail og svo þetta. Já. Og ég ætla að spila þetta aftur núna og ég ætla að spila þetta bara nokkur sinni þar til að hlustendur fara að fíla þetta lag jafn mikið og ég. Það heitir Wait For Me. Það er ekkert í spilun hérna á stöðinni. Nei, og er það nýjasta. Þannig að þú ert svona svolítið að svindla. Já, og er það nýjasta frá Kings of Leon. Góða ferð í 10.11 í ágúst. Sunlolly 349 krónur. Florence Flögur 149 krónur. Mountain Dew 99 krónur. Appelsinu Trópi 179 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Viking Léttöl kynir Two-Step Horror og Rafstein á Hressó 5. 15. ágúst. Tónleikarnir hefjast klukkan 10 og er frítt inn. Samfilm kynir. I have a smidge of marijuana down in Mexico. Drug dealing? Oh, it's smuggling. We're the Millers. We're the Millers. You got me moving enough weed to kill Willie Nelson. Eina fyndnustu grínmynd þess ás. We're the Millers. Komin í bíó. Landsbankinn kynir. We got set up. Where's the money? It ain't down there. Denzel Washington, Mark Wahlberg. He's just gonna let you die. Kvikmynd eftir Baltasar Kormák. No, he won't. Two Guns. Komin í bíó. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Það er réttir að hlusta hér á FM 95 blöð, á FM 957. Ég sitt nú bara einn í stúdíónu eins og því að Pétur Jón Sigfússon, hann er farinn á stjá. Hann vildi endilega kíkja í gamlan dagskrálið sem heitir Hvernig er stemmingin? Þetta er ekkert alltaf fyrir uppáhalds dagskrálið minn því að það er aldrei neinn stemming í þessum dagskrálið. En hann fer hér út í bæ og er svona að spurja liðið hvernig stemmingin er og ég held að þessi komin á stjá. Þannig að ég ætla að syngja bara hérna í kappan, maður sjá. Sjá hvað hann svar ekki. Og hérna þetta það að koma. Þetta gæti verið stemming í mannskapnum. 14. ágúst, landsleikur og svona. En það er samt eða aldrei neinn stemming í. Hann fyrir að hvernig stemming í. Sælir. Nei, Sælinu, hvað segir þú? Þú ert hér í beinni útsendingu, ég fyrir 95 blöða. Já, blessaður, já. Ertu komin í hennan liðin? Hvað eru þau? Ertu komin í hennan liðin? Já. Það er kannski rétt að vera með opnun, svona, fyrir þá sem að voru að stilla inn að þá býði ykkur öll velkomin í dagskrárliðin Hvernig er stemmarinn hér í FM 95 blöð. Ég stjórna þessum dagskrárlið og heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Nú, þessi liður er mjög einfaldur og upplægi. Ég geng hér í stigaganga eða í næstu hús, hér í kring, dingla hjá fólki og tjekka á því hvort að menn sé ekki í stemmingu. Og það er skemmtilega að segja að þessi liður hefur nánast sprengt alla skala og sprengt allt utan af sér. Nei. Fólk er svo gríðarlega ánægt með hennar dagskrárlið. Ég er akkurat í þessum tölu orðum að dingla hér á dyratíma. Já. Það er svona að taka púlsinn á liðinu. Já, þetta er einhver veisla. Það eru? Ekkert. Halló. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Jæja, hvernig er stemmarinn? Hvernig er stemmarinn? Hver er þetta? Pétur heiti ég. Ég heiti Pétur. Pétur, já. Ég ætlaði að tala um mig. Já, ég ætlaði svona að spyrja þig hvernig stemmarinn væri. Ertu í stemmara? Stemmara? Ég veit ekki hvað það er. Stemningu? Ertu í góðri stemningu? Já, ég er í góðri stemningu. Þú ert í góðri stemningu? Já. Jæja, það er flott að vera. Við erum öll í stemningu hér. Já, það er flott. Já. Hvað er verið að sýtla? Ég er bara hérna heima að lesa. Já, það er nú stemning í því. Já. Það verður alltaf að vera stemning í því. Það verður alltaf að vera. Mikið er ég ánægður með því. Já, ertu að stríða þér? Já, nei, ég er nú bara svona að taka púlsinn á liðinu í samfélagi mannana. Í samfélagi mannana, já. Það er gott hjá þér. Hafa það gott og þakka þér fyrir. Já, glæðið. Já, glæðið. Já, stórkostlegt, mikil stemning hann.
Heyrður þetta? Alveg meira á þetta, Pétur. Þetta, heyrður hvað hann var mikið til stemningum. Já, þvílík stemming. Ef að taka einn í viðbótina, maður. Já, bara eins og vilt, þetta 5 liður. Já, ég tökum með den. Það ekki, ég ætla að fara bara, þú veist, nú ætla ég bara að skipta stigagang, ég með annan hérna bara rétt hjá. Ok. Og fyrir það sem á voru á stillin, þá erum við í dagskaraleginum hérna, hvernig stemmarinn? Já, það allir með þá hreinu. Nei, þú veist, það getur vel verið að einhver hafi verið bara að koma út í bíl núna, maður, og bara, veitum við, hvað í gangi, maður? Hvað Píturinn að vasa? Og eitthvað svona. Hvað Píturinn? Nú er Píturinn bara í hörku stemmara, bara að tekka stemmarana minna. Bara að tekka hérna, sko. Nú er akkurat þessu töluvorðum bara að vera í að dingla hérna, algjörlega handahúi. Og það verður spennandi slíkt að spá, hvort að... Ég er að deyja úr spennu. Er ekki? Jó. Halló, góðan daginn. Það svara nú enginn hérna. Ég ætla nú bara að tjekka þá hérna hjá bara næsta manni. Já, þetta er... Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig stemmarinn? Hver þetta? Hvernig, ég heiti Pétur. Stemmarinn er bara fín. Það ekki? Jú. Ertu ekki svaka stemmara? Jú, má bjóða þér upp. Þú býttu hvað það gera? Hvað? Jálfur þetta bjóða mér upp? Já, sjálfsögðu. Já, það er bara búið að bjóða þær í heimsó. Það er einhver svaka stemmar í uppsýklingu. Já, mér heyrðist nú bara að vera til í kallinn. Ég veit ekki, ég ætla að tjekka á það. Já. Það var svona, hvernig... Halló? Góðan daginn. Jæja, hvernig stemmarinn? Stemmarinn er bara fín. Nei, góða þetta. Nei, hörðu, það er hundur hér. Já, er hann? Býtur hann? Hann býtur ekki. Hann heitir Elvis Aron Presley. Hann heitir Elvis Aron Presley. Já. Spurðu hvað þessi sultuhundur. Þetta er ekki sultuhundur, Öddi. Þetta er ekki sultuhundur. Er stemmarinn? Þetta er kæfishundur á fyrirmátti. Já. Þetta er hann Elvis Aron Presley. Já, það stemmarinn er flottur í okkur. Er ekki svaka stemmar? Jú. Pétur, ég get alveg bara hringt í ykkur að dýrabúð. Hérna, þetta er búið á ræðislu liður hér. Bara takk fyrir okkur. Já, bara takk aðeinslega. Bye. Þetta var dagskrárliðurinn hvernig er stemmingin. Ég veit ekki með ykkur, ég bara nenni ekki að vera í þessu lengur. Fáum hérna, já. Dagskrárliðurinn er ekki búinn, sko. Jú. Það varst komin að hitta ykkur að konu með hund geltandi. Hver heldur að reyna að hlusta á þetta? Ég ætla nú að taka hús á fleirun hérna, mann. Eru menn eitthvað að flýta sér? Bankaði þá strax. Hvað segir þið? Ok, tökum það smá stjórnun. Nei, ég... Nei, þetta er komið gott bara. Nei, þetta er bara flott. Hvernig stemmar hann? Hann er búinn í dag. Býttu maður. Ég er búinn að dingla maður. Veitu? Já, ef hann spyr hver er þetta, segðu þá afiðin. Hvað er ég að segja? Ef hann spyr hver er þetta, segðu þá afiðin. Ekki segja Pétur. Ekki segja Pétur? Nei, ef hann spyr hver er þetta, segðu þá afiðin. Já, má það? Já. Þarf maður ekki að vera svolítið upp á borða með þetta? Þessi liður verður ekkert verðir, sko. Þetta er... góðan daginn. Góðan daginn. Æja, til þess. Já, halló, góðan daginn. Halló. Já, hæ. Hæ, hvernig er stemmarinn? Halló. Hæ. Hæ, hvernig er stemmarinn? Halló. Er mamma þér heima? Veitu? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig er stemmarinn? Hver er það? Já, ég heiti Tómas. Nei, þetta er afiðin. Já, þetta er afiðin. Hvernig er stemmarinn hjá þér? Hvernig mitt þú að leita? Þetta er nú bara að tjekka svona, að taka púlsinn á þig, hvernig stemmarinn væri. Pétur, ég beði helst þær. Já, nei, býttu, ég þarf að kveðja maður. Já, snöggur, þú har 2 sekundur. Já, gera hlustendur nær og fjær hvar sem þið eru á landinu. Þið voru að hlusta á dagskrárliðin. Hvernig er stemmarinn? Þetta er Rudimental hér með lagið Right Here. Við erum að hlusta á FM 95 Blöð. Pétur Jón Sigfússon er komin aftur í hús eftir stórkostland dagskrárlið. Við förum ekkert aftur í hvernig stemmingi, Pétur. Jó, nei. Hvað meinar? Hann er dauður. Ég hef heyrt alveg gríðarlega, góða, þetta hefur mikinn meðbyr. Já, er þetta miskilningur í mér? Já, ég meina, þú bara kannt ekki gott að með það. Það er bara, ég heiti unga mann hérna. Já. Bara þið voru að lappa inn. Sem var ekki svona að tapa sér yfir þessu. Já, hann fannst þetta bara hrópart. Hann sagðist vera sjálfur í góðum stemmara og... Já, ok. Hann var bara í ístaksjakka bara að koma heim úr vinnunni og hann sagði,
Ertu að reyna að smita frá þau líka í þessu? Ertu að reyna að smita bara frá þau? Það er svolítið hugsun, já. Fólk komist í stemmara þegar það er stemmari. Ef það var ekki í stemmara, þá kemst það í stemmara. Það er svolítið pælingi, svo. Það er bara þannig. En þú ert að hætta eitthvað fyrir í dag, sagður? Herðu, fyrst að þú ert að niðurlega hlustendur þannig, getur þú sagt okkur hvað þú ert að fara að gera? Það er bara því miður, ég bara get ekkert gefið upp um það. Nei, ekki á þessu stíði málsins. Jæja, allt í lagi. En það er svona við hefum eftir að fara í lagi á leiðinu heim. Þetta er allt í þáu samfélagsins. Ok, gott að heyra. Þannig að þannig, sko. Við ætlum að, áður hverjum ætlum að kynna hérna inn lagið á leiðinu heim. Já, Rikki G. mættur, þannig að hann bara tekur við okkur strákunum. Verður til 9 í kvöld. Og við minnum á landsleikinn, hann er núna á eftir, ég held að hann byrja kortir yfir 7 að gera fjölmenn á Laugardalsvöll og sjá strákan okkar spila. Og já, hvernig þú mátt ekki segja hvernig kvöldið hjá þér þetta er eitthvað voða lindamál? Jú, þú veist, þetta er bara svona ekki kannski á viðræðustíði, sko. Jæja, allt í lagi, en ég vil þakka þér kærlega daginn, Pétur. Það er bara sömulegis, maður, þetta er búið að vera rosalega gaman að vera. Já, þetta var fljótt að liða í dag. Þetta var fljótt að liða og ég bara getur alla beðið þangað til miðvikudaginn eftir viku. Ekki heldur. Það verður einhver sprengja. Það verður einhver veislan, maður. Hvaða lag ertu búin að velja á leiðinni heim? Þú vannst karaoke. Já, lagið á leiðinni heim er gamalt og gott eins og alltaf. Og þessi hljómsveit hefur komið til Íslands. Já. Og þetta er Metallica. Nei, þetta er ekki Metallica. En ég heyrði þetta lag daginn í... Kraftwerk? Nei, þeir eru ekki búin að... Þetta er ekki Kraftwerk. Ég heyrði þetta lag hérna í útvarpinu daginn og fannst það gott. Ég hugsaði, vá, þetta er svona ekta lag sem á að vera lagið á leiðinni heim. Rammstein. Nei, þetta er ekki Rammstein. Ok, þá veit ég hvað þetta er. Hvað? Radiohead. Nei, þeir eru aldrei komið. Nei, þeir eru ekki komið. Nei, þetta er ekki David Bowie. Herru, beðum ekki bara kveðja, takk kærlega fyrir hlustunum í dag. Minna á þáttuna morgun klukkan 4. Hér kemur lagið á leiðinni heim. Mahera. Skönka Nancy. Skönka Nancy. Það er Hedonism. Þetta er lagið á leiðinni heim. Já, það er ógeðslega flott. Takk fyrir hlustunum, kæru hlustundur. Heyrjumst á morgun. Auðvitað og Pétri fyrir daginn í dag. Voru hér í miklu stuði og þátturinn fer að sjálfsögðu inn á vísir.is mjög svo fljótlega. Það er eins og það er Rikki G sem er tekið við og við ætlum að vera hér saman til klukkan 9 í kvöld. Kominn 14. ágúst, mánuðurinn næstu í hálfnaður. Styttist í skólana, þeir fara að byrja aftur. Nú fer þetta dætt í svona rútínu. Fer að kólna og vera kalda. Léttöl, kynir Two-Step Horror og Rafstein á Hressó. 5. daginn 15. ágúst. Tónleikarnir hefðast klukkan 10 og er frítt inn. Skiptibækur á betra verði. Grippill, alltaf ódýr. Ekkert babb í bátinn minn takk. Bara brakandi ferskleika. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Landsbankinn kynnir. We got set up. Where's the money? It ain't down there. Denzel Washington, Mark Wahlberg. He's just gonna let you die. Kvikmynd eftir Baltasar Kormák. No, he won't. Two Guns. Kominn í bíó. Viltu kaupa skólavörðnar í nótt? Ekkert mál því auðvitað er opið allan sólarhringinn. A4 skeifunni. Dugleg, duglegri, duglegust. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Tónlistarstöðin. That's a cold ass honky.